Já, góður áratur, velkomin í KA-TV. Hér að fara að hefjast leikur KA og Magna í kjarnafæðismótinu. Annar leikur KA í mótinu, unnu Þór 2 á dögunum, 4-1. Þetta er eins og fyrsti leikur Magna. Skulum kannski renna bara hratt yfir liðin, það styttist í að það fara að byrja. Og sjáum lið KA hér í markinu. Þar er Einar Ari Ármannsson. Aðrir leikmenn hjá okkur í byrjanliðinu eru Elvar Árni Aðarsteinsson, Ásgeir Sigurgeirsson, Andri Fannar Stefánsson, Nökkvi Þeyr Þórisson, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Þorrimar Þórisson, Adam Örn Guðmundsson, Jakob Snær Árnason, Kári Gautason og Bjarni Aðarsteinsson. Kíkjum svo örstutt á lið gestana, gestarnir þeir koma hérna úr frá Grenivík. Í markinu þar er Steinar Adolf Arþórsson og til leikmenn eru Tómas Örn Arnarsson, Halldór Már Einarsson, Guðni Sigþórsson, Alexander Ívan Bjarnason, Birkir Már Hauksson, Oddgeir Logi Gíslason, Jón Óskar Sigurðsson, Þorsteinn Ágúst Jónsson, Rúnar Þór Brynjarsson og Ingólfur Birnir Þórarinsson. Ágúst Stefánsson ég var með ykkur og mér til aðstofari Baldur Halldórsson. Virkilega gott að hafa þið með mér, Baldur. Já, þakka fyrir það. Það er bara gott að geta verið með. Alltaf gott að geta séð hérna alvöru fótbolta í bóðanum. KA Magni, nágrannar slagur. Já, við kannski búumst þá við því að KA-lið stýrir svolítið för hér í dag. En Magnamenn hafa nú sýnt það í gegnum árin að þeir eru skeinum hættir. Við viljum væntanlega liggja aðeins tilbaka. Annars vann KA frábæran sigur á IA á Akranesi síðustu helgi. Unnu þar 6-2 sigur og virðast vera bara í fínu standi fyrir svona komandi átök á undirbúrstímabilinu utan svo sem bara nýlega að fara að stað. Já, lítið vel út ef við ætlum að skora 6 mörk alltaf. Já, sérstaklega mótið liðin svo Skaganum sem alltaf er í efstu deild og hefur nú verið að gera fína hluti. En náttúrulega kannski ekki að taka of mikið marka á þessum fyrstu æfingarleikjum. Annars var þetta frábær dagur fyrir knattspyrnudeild KA í dag. Þegar KA og Akureyrarbær skrifuðu undir samning uppbyggingu á gervigrasvöllum á KA-svæðinu. Verðum að eftir 3 ár komum með 3 gervigrasvelli á okkar æfingasvæði eða á okkar svæði, fara meðal keppnisvöll. Það er þetta hansi mikil lyftistöng fyrir bara Akureyrarbæ í heild sinni, þegar leiða mér að fullera. En þetta fer rólega hérna stað, svo fyrstu 2 mínúturnar hjá okkur. En já, eins og segi, KA stillir upp ágætlega sterku liði hér í dag. Erum með nokkra reynslu bolta í liðinu. Þar á meðal Elvar Árna Aðarsteinsson sem er að koma sterkur tilbaka eftir meiðsli. En svo er þetta áhugavert að sjá að í markinu hjá okkur er einn ungi og efnilegi Einar Ari Ármannsson og á bekknum er svo enn yngri leikmaður Ívar Arnbró Þórhallsson.
Þannig að það er treyst á okkur ungu og efnilegu markmenn í dag. Frábær tækling þarna. Reynum að snúa Örn í sókn, missa hann strax í bakki, kemur þetta sendingin fyrir og þetta er auðvelt fyrir Einar Ara. Æja, það skall hurnar að hellum. Það hefði getað verið mjög hættulegt. Steinþór með flotta bolta hérna á Þorra. Þorri vinnur innkastið. Já, kemur skipting út á kantinn, ná ekki örugglega fyrirgjöfinni og jú, kemur hér og já, hann er enginn en slagur bolti enda beint aftur í Elvar Árna. Elvar Árni aftur út. En við höldum pressuna áfram en svona vantar Herslumunum upp á að skapa okkur alvöru tækifæri úr þessu. Fáum innkasti strax komin hitt í menn. Nú ætla að sé æfingarleikur. Boltinn upp í loft, þannig að fáum við boltinn tilbaka. En já, eins og segi, þetta er svona verður áhugavert að sjá hvernig þessi leikur þróast. KA-liðið svo sem eins og segi hérna svona líklegt til þess að vera meira með boltann og stýra svolítið för. En Magni sem að náði ekki að vinna aftur sæti í lengjudeildinni á síðasta sumri. Undirbýr sig fyrir áframhaldandi átök í annarri deildinni. Það var auðvitað frábært að fá Magna aftur upp í næst efstu deild þar sem þeir léku í nokkur ár. Gríðarlega skemmtilegt starf unnið á Grenivík. Þetta kemur Elvar Árni. Dansaði sem boltan. Það situr hann brót. Færir hann aftur. Þetta er vel spilað. Ásgeir dansa með boltan og þessi rétt framhjá. Ekkert af þessu er skotið rétt framhjá og staðan því áfram markalaus. Já, Húsvík samvinna þarna eins og svo sem við séð ansi oft í gula og bláa búninum. Já, óvenju fáir Húsvíkingar inn á vellinum hjá okkur í dag. Já, það er þetta mjög góður punktur. Við elskum þessa Húsvíkinga. Heldur betur. Hvað gerist hér? Þetta er smá mistök en þetta skot slagt. En hérna skapaðist heldur betur hætta. Smá misskilningur í vörninni hjá okkur. Já, við verðum bara að hreinsa svona bolta. Já, sleppa því að taka einhverja sensa þarna en já, Rúnar Þór Brynjarsson með þetta skot sem að var á endanum töluvert frá markinu. Og svo gerist hann brotlegur hér í kjölfarið, brýtur þarna á honum Adam, að ekki? Nei, á Bjarna, þeir ekki. Já, þetta er nú líklega síðasti leikurinn sem KA-TV sýnir á þessu ári. Búin að sýna ófáa leikina árið 2021, hvort sem þessi meistaraflokksleikir eða yngriflokkaleikir. En svo sem aldrei segja aldrei. Ég reikna með þetta sé síðasti fyrir jól.
Já. En já, eins og ég segi, það eru virkilega spennandi tíma framöndan hjá Káa. Við enduðum í 4. sæti efstu deildar á síðasta sumri. Við vorum hásbreytt frá því að ná 3. sætinu sem hefur tryggt okkur Evrópusæti. Káa ekki leikið í Evrópu síðan árið 2003. En já, stefnan á að verði komin annar gerðingarsvöllur, að verði þá 2 á Káa-svæðinu næsta sumar. Og svo fyrir sumarið 2023 þá verði komin aðal gerðingarsvöllur sem verður þá keppnisvöllur Káa. Og við munum þá spila heimaleiki okkar í meistaraflokki á Káa-svæðinu sumarið 2023. Og svo í kjölfarið verði byggð stúka við þann völl. Við getum svo sannarlega glaðast yfir þessum fregnum í dag, þó að vissulega sé nú fleiri verkefni sem að þarf svo að ganga í kjölfarið. Þetta er frábær byrjun. Já, þetta eins og ég byrja mjög rólega komna 10 mínútur á klukkuna og svo sem ágætis færið hjá Geira hérna áðan, en fyrir utan það hefur þessum ekki verið mikið opnanir í þessu. Og þetta rennur út í sandinn. Já, Magni endaði í 4. sæti í annarri deildinni í fyrra. Það voru smá tíma í gang en náðu svo endanum að koma sér í ágæti séns á að komast upp, en því miður þá tókst þeim það ekki og verða vonandi betur klárir í slaginn. Það er sumarið hefst núna. Aðeins meiri hraði í þetta. Kári reyna að renna boltanum í tegin, gengur ekki. Þessi boltur áfram í leik. Hérna missir að þessum og Magni getur lyft liðinu ofar. Vel leist á strákunum, kemur Þorri á sprettinum hérna og tekið niður hérna, en bróðir hans heldur boltanum áfram, þannig að við höldum bara áfram. Fínn bolti hérna og Jakob reynir að tækla sig í þetta, en Káa heldur áfram pressunni. Þorri liggur hérna eftir. Ég held að það var hárrétt að halda leik áfram, hann að Káa var í ákveðni séns, en þetta var vissulega klálega brot. Stokki bara inn í Þorra hérna og það er fyrsta gula spjaldið. Já, það er Oddgeir Logi Gíslason sem fær það. Getur nú lítið sagt við því.
Já, hann var búinn að missa alveg að Þorra, hann átti ekkert í þetta kapphlaup og bara á stegin í hann. Já, heldur betur segja það. En já, áfram með smjörið. Já, Nökkvi hérna tekur smá hefnisbrot. Já. Svona tvíbura syndrom þarna. Eru náttúrulega eðlilega ansi nánir. Og hérna brýtur svo Þorri á sér. Þessi gott þessi með mjög ólíka klippingar, það sé auðvitað að þekka í sundur. Já. En Magni núna með aukaspyrnu á bara virkilega fínum stað. Spurning hvort þið ná að nýta sér þetta. Það er allavega fjölmennilegt heginn. Og KA-liðið bara með alla hér aftur. Ef ég þekki Arnar Gretarsson rétt þá ætlar hann ekki að fá sér mark í dag. Þessi bolti komin í burtu. Áfram heldur pressa Grindavík Magnamanna, en þessi bolti ekki líklegur. Og KA tekur þetta stutt. En já, svo er á morgun síðasti leikurinn í handboltanum á þessu ári þegar KA sækir Víkinga heim í Ólafsvík karla. Strákarnir er búin að vera á fínu rönni og ná vonandi að sækja önnur 2 mikilvæg stig Víkina á morgun. Sá leikur í beinni á Víkingur TV kl. 6, þannig að það er ekki að fylgjast vel með. Þá erum við tökum smá jólafrí frá íþróttunum. Hérna er Steinþór Freyr ekkert dæmt á þetta. Ég held að það sé bara rétt. Það er svolítið að leita snertingunni hérna. Já, hvað segir þú, Baldur? Já, það er fáið betri en Steinþór að fá snertingunni inn í teiknum, sko. Já, hann kannski hefði nú alveg þokkalega svona auðveldlega geta haldið áfram hana. Já. Það er ekki nefn einhverju að sagt við þetta að það væri víti í leik. Já, aftur úr hann tekið niður. En áfram heldur sóknin. Og Kári Klókur hérna setur hann bara út. Og við getum þá komið ykkur upp í varnarstöðu. Já, Steinþór hún ennþá aðeins að spyrja út í þetta, en þetta var allavega ekki mikill árekstur. En góð tilraun hjá honum engu að síður. Hann ætlar hann að lyfta boltanum yfir Steinar í markinu og koma fram hjá honum. Já, þessi boltur var Bjarnar bara beint á Steinar. Já, sennilega ætlaður að stinga hann inn á Jakob sem var að reyna að taka hlaup undir vörnina. Já. En við þurfum að sýna þolinmæði. Já, það er að koma smá opnur, það er að skýða hérna einhver smá mistök svona í vörnunum og slíkt og það verður bara að vera einmitt þolinmóður og reyna að nýta sér þau. Já, þessi svo miðurleik hvernig leikurinn er að spilast, þá ætti að vera ansi erfitt verkefni hjá Magna að halda út í 90 mínútur. Hann reynir svolítið mikið meira á að hlaupa alltaf varnarstöður og reyna að loka á hlaup heldur en að fá að vera liðið sem að heldur boltanum og við tekum inn á að taka sóknarhlaup heldur en varnarhlaup. Já. Þessi bolti frá Elvari Árna endar aftur fyrir og þetta er hornspyrna.
En já, eins og ég segi, Káa vann frábæran sigur á Skagamönnum í æfingarleik síðustu helgi sem að strákarnir, eins og ég segi, sýndu virkilega flottan leik, voru 3-0 yfir í hálfleik. Svo byrjuðu seinni hálfleikin ekki nægilega vel, Skagamenn minnkuðu muninn í 3-2 en þá kviknaði aftur á þeim og unnu að lokum 6-2 sigur. Og já, sýndu í rauninni bara mjög heilsteypta frammistöðu. Við sjáum eitthvað í líkindu það hér í dag, en þetta er klárt spjald, myndi ég ætla. Já, ekki nokkuð spurning við það. Já, Kári og allt og setja hann. Já. Hvort það sé hægt að setja hafi verið klókt hjá honum til þess að stoppa sóknina í svona gráu að geta satt það. Það fyllt seint inn. En Kári er búinn að vera að koma flottur inn í hópinn og svona, já, fær væntanlega stærra hlutverk í sumar heldur en fekk síðasta sumar. Hann fekk nú alveg svona smjörð þefinn að því að vera í efstu deild með Káa. Fekk einhverjar dýrmætar mínútur sem að mun klárlega byggja á komandi sumri. Svo var þetta líka mjög jákvætt í leiknum móti Þór 2. Það var Hallgrímur Jónasson snýri aftur á völlinn. Gríðarlega gaman að sjá Hadda að völlinn búinn að berjast rosalega fyrir því að koma tilbaka eftir rosalega erfið og ljót meiðsl sem hann var fyrir í bikarkeppni Leikni sumarið 2020. Það er búið að halda honum frá í allt of langan tíma. Og hann er að sjálfsögða á bekknum í dag, mun alveg örugglega taka einhver þátt í leiknum í dag. Þetta er vel gert, Jakob tekur hann niður, setur hérna á Þorra, sem heldur hann inni. Það finnir Steinþór snýr hérna, setur hann á Nökkva ennþá með boltan, flott hreyfing hjá honum, kemur svo með skotið, frábær markvarsla hjá honum, Steinar í markinu. Og Káa fær hotspinnu, þetta var skemmtilegt. Nökkvi virkilega leikið með boltan og fór hann að fram með einhverjum svona 3-4 áður hann hlóði í skotið. Boltinn var Bjarna, það er engin Kámar hérna. Þorri með hennar bolta, það er aftur, skortur á gulum treyjum. Hvað endar þessi bolti? Þetta er fyrsta markið. Já. Steinar í smá skóalaupið þarna og endar í því að boltinn dettur fyrir Ásgeir sem að lyftir þessu í netið og kemur Káa í 1-0. Þetta var svona hálf klöfulegt, Steinar aðeins á seinna stað og Já, boltinn var frekar hár frá Jakobi og Steinar hérna hikar smá en svo lendir hann í að vera aðeins eftir og þá er bara auðvöldur eftirleikur fyrir Geira. Já, vel getur Geira, hann sýndi mikinn aga þarna og bara rólu og lyfti boltanum í marki. Einhver hefði kannski farið að drífa boltan í netinu, sjá að markmannið væri algjörlega út af stöðu. En Geiri gerði það listilega og staðan orðin 1-0 og þetta
vonandi opna leikinn svolítið meira. Þó að senda rífið mark með 2 í svona leikjum sem að endanlega opnar þetta. En áfram með smjörið hérna, Kári vinnur hornspyrnu. Markið á hann kom nú upp eftir hotn. Smá eftir hotnið. Það er svona, það leiði svolítið mikið tími frá því að Bjarni sparkaði boltann til að boltinn endaði í netinu, en jú, vissulega upp úr hotni. Sjáum hvað gerist núna. Elvar Árni. Ef hann hefði tekið hann í fyrsta, þá hefði hann ágætið skota markið, en reyndi að taka niður, hafði ekki tími í það. Og þetta er akkurat maður sem að dekkar í hotnum. Hann var alveg buðað frýr. Aja, marka skorar af Guðs náð. Elvar Árni skoraði til að mynda 2 mörk gegn Skaganum í þessum leik sem við búin að minnast nokkur sinnum á núna síðustverki. Fínn bolti hérna Jakob og keyrir á þetta. Kemur hann ekki fyrir, hann reynir bara aftur. Þorri hittur hann á Geira með fínt hlaup hérna, kemur hann svo fyrir, en hann aftur, vantar gula treyju. Andri fann með mikið plás, kemur með flotta skiptingu hérna. Steinþór inn á tegin, Nökkvi með hörku skot sem að Steinar ver og nær svo í kjölfarið að handsama boltan. Já, við erum að ná að opna það betur og betur núna. Já, við erum að ná að finna hana fínt pláss þegar varnarleginn hefði verið þetta svona aftur. Já, þetta var, hvar endar þessi bolti? Hann endar í netinu og þetta er slysalegt mark, en vel gert hjá gestunum að refsa þarna, og ég leita aðeins niður, en ég sá ekki alveg hver var það sem átti skotið. Sýndist þetta að vera ætlaði ekki að vera Guðni. Það verið Guðni Sigþórsson. Já, skulum alltaf bara henda því inn, en já þetta er hljótt að breytast, staðan skyndir orðin 1-1 eftir klaufaleg mistök hérna. En þetta er svona auðvitað leikirnir til þess að gefa ungu strákunum okkar séns, og Einar Ari búinn að sýna það. Þetta er glórulaus tækling og hann var mjög pirraður. Halldór gjörsamlega bara glórlaus hérna. Já, nánast náðunum í hné. Hann var að garga á og mjög pirraður hvort að boltinn var að eitthvað rángstaða, var ekki að tala um það? Hann vildi fá boltan út af. Já, fá boltinn út af mig. Hann vildi meina að sendi ekki inn að hann hefði verið farin út af. Kemur svo flegi ferð í hann Nökkva þeir, og Nökkvi er nú eitthvað haltur eftir þetta, en þetta er alveg galið hérna í leik sem þessum, og vissulega eiga menn að gefa allt í þetta og fá eitthvað út úr þessum leikjum, en þetta viljum við ekki sjá, og guldspjald á Halldór Mar fyrir þetta. Nú skil ég ekki alveg hvað Magnamenn er að gera, og Arnar Gretarsson er að láta menn aðeins heyra það skiljanlega. Það er ekkert úr þessari aukaspyrnu. Káa vinnur boltan aftur.
Já, vonandi að menn að rói sig aðeins í kjölfarið. Þeir viljum alls ekki sjá einhver meiðsli koma hérna. Bjarni reynir að taka hann aftur fyrir sig en það er ekki hitt alveg á Kára og Magnamenn fá yngast aðeins og var. Já, þetta búið að vera svona áhugaverðar síðustu mínútur. Maður fannst Káar komið öll völd af vellinum, þá gerðist þessi mistök og jöfnuðu metin og svo búið að vera svakalegur hiti núna. Það er spurning hvað gerist þetta síðasta korter í fyrri hálfleik, þá menn kannski fá aðeins að blása og róa sig kannski aðeins fyrir seinni hálfleikinn. Nóg eftir að þessu. Það er bolti tilbaka á Adam. Adam kemur bara með skoti en smá draumórar hérna. Adam var ekki lengi í paradís hérna. Pressa og Kári vinnur boltan, heldur áfram hérna, vel gert hjá hann, fínn sprettur og er svo tekið niður og gult spjald á loft. Það voru að Birkir Már Hauksson. Já, þeir eru svolítið mikið að sækja spjöldi núna, Magnamenn. Bjarni Aðarsteinsson tekur þessa spyrnu, heldur hann takk í skotið, Baldur? Já, 100%. Hann allavega hefur sýnt að getum tíðin að hann getur svo sannarlega að skora á aukaspyrnum og er alveg sérstaklega á Kjartansmótinu. Já, ég hefur nú líka meira að skoraða nokkrar með Magna úr aukaspyrnum. Já. Sjáum hvað hann gerir hér. Fastu bolti beint í vegginn og hvað rendar þetta? Elvar Árni leitar þetta uppi. Og Nei, áfram í smjöri bara. Hérna komum sendingan inn fyrir en þetta ætti Já, rángstaða. Ég ætlaði ekki að fullyrða það en jú, þetta var held ég alveg örugglega rángstaða. Og Káa fær því boltin tilbaka. Þetta á Þorra. Þetta er fannar með langa bolta hérna út af kantinn. Vissum hann hérna. Og nei, bara vel gert að Kára. Finnum tilbaka. Kemur svo með boltan hérna út á Nökkva sem er með Steinþór með sér en hann fer bara inn á miðjunni. Kemur pressa hérna á Bjarna, Adam reyna aftur. Bakar á Einar í markinu. Fínt fyrir Einar að fá aðeins að klappa boltanum. Ná kannski þessum skjálta úr sem hann fann kannski aðeins fyrir eftir mistökin aðan. En gott tækifæri sem hann fær hérna í markinu.
Þessi er beint upp í loftið. Það er ótrúlegur hiti í mönnum miðað við hvað rauninni það er í rauninni lítið undir, veist, með fulli virðingu fyrir Kjartansmótinu. En vissulega fyrir þetta liðið sem vinnur riðilinn í úrslitaleik og það kannski að Magnamenn séu virkilega með það finnst þarna að komast í þann leik, en Rangstad svo hérna á Nökkva. Man nú ekki hvað er langt síðan að var úrslitaleikur í þessu móti sem var ekki K.A. mútið Þór. Alltaf hefur verið árlegt núna undanfarin ár. K.A. mitt vann leikinn í fyrra sem fór fram á K.A. vellinum. Bjarni kemur nú fram hérna á Elvar Árna, Nökkvi stannum yfir á Kára hérna. Það er keira aðeins upp hraðan aftur. Það var hann full auðvelt fyrir Magna að verjast okkar sóknaraðgerðum undanfarnar mínútur. Já, slagur bolti sem enda bara hjá Steinari. Já, Guðni kom hann í pressa á Andra Fannar og sen látti boltinn að fara hérna út á Þorra kantinn. En það má ætla það allavega. já. Já, K.A. á þetta innkast. 9 mínútur eftir af fyrri hálfleik pluss kannski 1 mínúta uppbótartíma. K.A. liðar vel aftur svona ná að byrja frá 0 punkti. Vorum kolnum með jágæti sér rytma á en duttum algjörlega út taktið þannig við markið og svo nokkur brot sem að greinilega svona trufluðum hann aðeins, kannski skiljanlega. Akkurat kemur þetta færi Nökkvi þeir með skotið aðeins yfir flottu bolti frá Jakobi inn í teginn. Þetta hefði hæglega getað endað með marki. Já, við erum klálega að sjá meira af þessu. Þetta sóknin leit mjög vel út. Já, ég þarf greinilega bara snöggt spil. Ég þarf bara að tala greinilega meira um það að við séum ekki alveg að finna taktinn aftur. Það gera hlutinir. Nýbúin að segja á hann að K.A. væri búin með öllu völdu af vellinu, þá skoruðu Magnamenn. Bjarni fær þarna þokkalegt högg. En sem betur við sleppur hann alveg heitt úr þessu. Þorri kemst inn í þetta og þurfum að reyna að keyra þessi hraðan. Keyrir inn í skiptinguna, gengur ekki og þetta er innkast í að Magna. Já, eins og segi, þetta er svona ráðvægt að sjá hvernig
Hér gefur boltinn á Elvar Árni dansa við boltan og klárar þetta frábærlega. Já, var ekki lengi að ressa þarna þegar þeir náðu boltanum á hættulegum stað. Steinþór Freyr með boltan á Ella og Elli kemur sér þarna fram hjá einu varnarmanni og rennir boltanum svo laglega í neti. Kemur Káa aftur yfir og sé markaskorar Guðsnáð er komin á blað. Það má ekki gefa Ella svona færi, það vita það allir. Já, það er alveg klárt. En saman tímuleika vel gert hjá Steinþóri Frey að vinna boltan hann að... Já, Jakob vinnur hann og Steinþór er flotta sendingu inn fyrir. Já, fyrir ekki það er rétt hjá þér. Jakob alltaf mikill vinnuhestur, hérna er þeir í fínum séns sem vel gert hjá Bjarna, hann komast fyrir boltan hann og hérna er aftur hættuleg tækling. Rúnar Þór Brynjarsson í þetta skipti steppi með þetta. Það er nú eitthvað látið í sér heyra líka en það getur nú lítið satt við þessu, þetta var klárt brot. Þorri átta bróður sinn, Nökkvi og Jakob. Það er bara aftur, kemur Geiri. En þessi bolti beint í hendunar á Steinar í markinu. Guðni hérna á miðjunni með boltan. Þeir reyna að stinga inn á Rúnar, en Adam verst og já, þeir magnamenn ná að vinna á horn. Já. Þessi hef á komin svolítið á óvart hvað er mikill hiti í mönnum hérna. Ég vil bara vona innilega að menn kannski svona noti hálfleikin í að róa sig aðeins, en það er svo sem ennþá 4-5 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Bolti en hára fjastingina. Adam tekur þennan. Já, kemur Nökkvi á sprettinum hérna, reynir að fara fram hjá honum Oddgeiri, en Oddgeir nær að pikka í boltan hérna. Já, nær að koma sér út í horn. Já, segir kannski svolítið raðan í Nökkva að hann reyndi þetta. Hann var sko, Oddgeir hafði töluvert á hann og hann á þessum bolta. Það endaði því að hann réttnar að pikka í hann og gefur hornspyrnuna. Já. Lendir Bjarni aðeins í netinu þarna en reynir aftur. Fín bolti og þessi hendar í netinu, það er Elvar Árni. Já. Þetta er annað skipti í kvöld sem þeir bara dekka í að falla Elvar í hornunum. Já, það er mjög furðulegt að sleppa því af öllum mönnum að dekka Elvar Árna. En það er spurning, ætli þetta hafi verið af æfingasvæðinu að þykjast vera fastur í netinu á Bjarna og fara svo af stað. Já, ég hef heyrt að Arda sé mikið að vinna með svona. Það væri mjög skemmtilegt að þetta verið planað. En hvort að þetta hafi gert það að verkum að Elvar Árni losnaði, það er spurning. Já, það losnaði hann á sama tíma Bjarni losnaði á netinu. Já. Adam nær að taka þennan, þeir reyna að stinga inn að háum inn fyrir. Já, hann eru samt komið með þess að tveggja marka fórhættu sem að ætti að gera það verkum að magnamenn komi aðeins framar og gæti orðið það að þetta verði virkilega opið og skemmtilegt í seinni hálfleik.
vel gert til strákurinn á hérna 2 mörkum á skömmum tíma sem er búið að gjörbreyta stöðunni. Og í bæði skiptin er það sjálfsögðu Elvar Árni Aðalsteinsson. Þorri missar hann aðeins og langt frá sér hann. Já. Var komin í mjög ákjónslega stöðu, en það var nokkur veginn einn hann að koma um kantinn. Já. Þorri tilbaka á Einar í markinu. Vel spilað. Já, Nökkvi Greinir komið skiptinguna, gengur ekki en tekur hann aftur niður sjálfur en missir hann hérna vel gert hjá Guðna, já. Já, hann brýtur á honum. Á nokkur sá að hefða þetta brot. Guðni er búinn að vera dálítið duglegur í kvöld að vinna hann upp í svona pressu. Já, maður eiga það að hann er að vinna mjög mikla vinnu í pressunni því að flesti liðsfélagans eru hann ansi aftarlega. Já. Hann spurði hvort hann á að halda út í 90 mínútur í svona hlaupum og svona snemma undir tímabilinu. Það kemur boltinn hérna fyrir markið en samt komur sér frá. Steinþór Freyr veit algjörlega raðan á Nökkva, finnur Nökkva hérna sem að setur hann á Jakob tilbaka á Steinþór finnur ekki Nökkva og þá er einfallega fyrri hálfleikur búinn. Hálfleikstöluður 3-1. Já, KA-liðið er svona kannski eins og flestir byggust við með yfir svona góð völd á þessu, gott taka á þessu en Magnamenn leiftu aldeilis leiknum upp þegar þeir nýttu sér smá mistök í varnarlínu KA-liðsins og jöfnuðu metin í 1-1 en 2 mörk frá Elvari Árna í svona undir lok fyrri hálfleiks gera það verkum að KA leiðir 3-1 þegar liðin ganga. Það er kannski fara ekkert inn í búningsklefana, það er kannski bara það er bara pása við bekkina. En já, sjáum hérna Ásgeir var fyrsta markið á 23. mínútu og svona í kjölfari leita allt út fyrir að KA-liðið væri nú að svona fara að setja seinna markið eða annað mark, þá kom Guðni með markgestana. Ég er einmitt ekki viss hvort þetta var Guðni eða hvort það var Rúnar. Guðni var allan upp í pressunni og annarkvörð er að klára þarna í uppmarkið. Kíkja bara á markið aftur í hlénu. En já, svo hérna 2 mörk frá Elvar Árna og KA leiði 3-1. En já, tökum við bara smá pásu og komum svo ferskir inn í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá.
Já, þá erum við að vera klár í seinni hálfleikinn. KA 3-1 yfir. En byrjuðu að verða því að það var Halldór Mar sem skoraði mark gestana. Já, það var hérna Rúnar sem var í pressinu og Halldór Mar sem skoraði. En já, eins og það var Halldór Mar sem skoraði, ekki Guðni. Já, Ólafur Aron Pétursson mættur inn á í KA-liði. Ekki eina breytingin sem hann var á KA-liðinu. Jú, sýnist það. Hann hefur komið inn á fyrir Adam. Já. Andri Fannar vill að þessi tekið á réttum stað og henni falla að kalla á hann að slappa af. Það er bara að vera svo mikil hiti í magnamönnum, það er hálf fyndið, það komið frá þeim tilbaka eftir að slappa af. En gaman að þessu. Kári Gautason kemur boltan áfram á Elvar Árna og Kári svo brotlegur. Boltinn að Kári skalla frá og Magnar vinnur hann aftur. Bolti hjá Þorra. Á Geira, þetta er ágætlega að spila en sendingi fram á Steinþór gengur ekki upp. Velgeti Bjarna við segum þess að halda boltanuna. En já, eins og segi, Ólafur Aron Pétursson mættur í KA-liði hérna í seinni hálfleiknum. Virkilega gaman að sjá hann aftur í gula bláunum. Ég mun segja þetta bara ansi oft á undirbúrstímabilinu. Æðislegur drengur. Mikill KA-maður og frábært sjá hann aftur í okkar röðum. Já, fyrir ég var það líka breytinga hérna. Ívar Arnbrá kom í markið á KA. Já, mikið rétt. Það er skipt þessu á milli sín, hann Ívar og Einar Ari sem lék fyrir áleikinn. Þetta er klárlega brot hjá Geira. Getur lítið sagt við þessu en þetta gera það ekki. Þessi bolti upp í loft og verður því lítið úr þessu. Boltinn tilbaka á hann Ívar. Fer
ansi rólega stað þessi síðri hálfleikur. Þetta seinna mark Elfars Árna sem komið þessi í 3-1. Þetta breytir ansi miklu. Bjarni með mikið pláss, situr hann svo út á Kára sem að missir hann og léttir svo pressa með hann á að bóta þessum út af. Þannig að við getum einfallega stilt upp í varnarstöðu. Við erum að pressa svo ofalega núna. Já. Jæja, áfram er boltanum skilað tilbaka á Ívar. Fanna með boltan hérna út á Geira. Vel gert hjá Nökkva, sækir hérna bolta og fær svo brotið. Já, alltaf gaman að fylgjast með hann Nökkva. Þeir hrikalega duglegur og reynir við svona alla bolta og einmitt hérna og þessi bolti að við alltaf er á leiðinni í hendunar á Steinari þá það er Nökkvi klári að þefa hann uppi ef það eru einhver mistök þarna. Þessi bolti fór ekki út af, ég var útrúlega satt. Fram með Smjöri bara, Magna með boltan og enda svo hjá Jakobi Snæ. Já, þessi K.A. vann Þór 2 í fyrsta leik þessa riðils. Hér í 3-1 stöðu gegn Magna og í lokaleik riðilsins mun K.A. leika gegn liði Völsungs. Svo var ansi líklegt að K.A. leiki svo til úrslita. Alltaf með að það er stefna Hraðbergi á að vera komið 6 stig eftir þessi 2 leikina hér. Úrslitaleikurinn verður líklegast ekki fyrr en í apríl. Þá líklega bara síðasti eða næst síðasti æfingarleikur K.A. fyrir ántíkin í Pepsi Max-deildinni. K.A. tekur alltaf þátt í Scandinavia Cup á Spáni á næstunni. Það verður spennandi að sjá hvernig strákarnir standa gegn sterkum liðum á Skandinavíu. En Skandinavia Cup verður leikið 24. janúar til 5. febrúar næstkomandi. Þannig að það er svona cirka mánuður í það að strákarnir fara á Alicante. Munu þar leika gegn norska liðinu IK Start og finnska liðinu HJK Helsinki. Svo er
bíðum við ennþá að sjá hver þriðji mótinu verður í riðlinum á þessu Scandinaviu Cup. Virkilega skemmtilegt verkefni framöndan. Svo má ekki gleyma Lengjubikarnum náttúrulega. En hérna fá gestirnir aukaspyrnu og alveg spurning með spjald. Ég held að Jakob fái spjaldið þarna. Já. Já. Jakob alltaf hrikalega duglegur, hleypur mikið og gefur honum lítinn tíma á bolta. Þannig að maður er svona mikið sjokkerar að sjá hann fá guldspjald. Hann hafa hann alveg til að pikka upp spjöldin. Það er bara partur af því að vera aggressífur. Já, svo fær hann aukaspyrnuna. Hvað? Óþarfa hitt í mönnum, þetta var það klárt brot. Já. Steinar tilbaka á Ívar. Já, Kári með mikið brot á kanti, það kemur bara geggjaði bolti á Geir og Geiri er tekið niður en ekkert dæmt. Og boltin enda bara hjá Steinar í markinu. Hvort að Geiri ekki bara átt að taka hann í fyrsta þarna. En allavega var það ekkert úr þessu. Þetta er vel gert að Guðna enda með boltan. Þetta er svakalegri pressun, er ennþá að Halldór situr hans út á kantinn. Kemur fyrirgefin frá Halldór, hún er ansi slök. Þessi sprettur hjá honum Guðna var algjörlega frábær. Og núna vonandi að þessi síðari hálfleikur sé aðeins að opnast aftur. Eða opnast lítið búið að gerast. Nei, það er Bjarni óþarfa snertingu frá Jóni Óskari og flautað aukaspyrna á þetta. Já, hún brást illa við þessu en stökk nú klálega þarna aðeins í Bjarna. Og út úr hvað menn er alltaf að hissa þegar þetta er brotað á. Þessi bolti upp í loft enn og aftur og Káa ætlar að færa hann bolti tilbaka. Gerir við flottan bolt á Kára. Kári, hvað gerir hann hérna? Reynir hann fyrir og
Steinþór Freyr setur boltin í varnarmann og þeir koma svo hættinu frá. Og Bjarni tekið niður þarna og fær aukaspyrnuna. Já, Bjarni er búinn að leysa það bara vel að vera í miðurum í það. Já, það er spurning hvort að þetta sé einhver stað sem á að hugsa um að nota hann í sumar. Já. Það býðum eftir að svo sem auðvitað fá Hallgrím Jónasson í full stand sem verður vonandi í sumar og svo býðum alltaf eftir að Dusan Burkovic komi aftur. En Dusan var virkilega flottur á síðasta tímabili hjá okkur. En hvað endar þessi bolti? Kemur þetta fyrir og þetta endar í netinu. Ásgeir Sigurgeirsson rekur endahnútin á svo sótt. Flottur sprettur hérna inn í tegin hjá Jakobi Snæ. Og rennir svo boltanum út á Geira. Staðan var 4-1. Já, lagleg sókn hjá KA-liðinu þarna og Ásgeir Sigurgeirsson kemur þessi í 4-1. En nú held ég á fullir að þetta er bara spurning hversu stór sigur KA verður. Ef það var í einhverjum vafa. Kári kemur hérna með fyrirgjöfuna. Kemur ekkert úr þessu, sjáum hvað Rúnar gerir, reynir að koma boltann fram að Guðna. Guðni tekið niður og þetta er klár aukaspyrna. Já, Ólafur Aron og analýsir í gulaspjaldið þarna. Já. Hann er hrifinn af gula litnum. Og þá er það jafnt í spjöldum, 3-3. Já, magnamenn í skiptingu. Já, það er markmannskipti meðal annars. Oddgeir fer líka út af finnst mér. Já. Steingrímur Ingi Gunnarsson er að koma í marki fyrir hann Steinar Adolf. Oddgeir Logi út og þetta er hann Björn Rúnar Þórðarsson sem er að koma í hans stað inn á. Tvöföld skipting hjá Magnar sem kemur í þessu aukaspyrnu hérna. En ekki mikið vandræði fyrir Þorra að koma sér bolta í burtu. Sýnir svo Hatti verið að gera sér kláran til þess að fara að koma inn á hjá okkur fljóðlega. Já, myndin hafi tekið cirka korter í leiknum á Þór 2 daginn og fær þá svolítið meiri tíma núna. Steinþór með þeirra flotta bolta, Jakob keyrir hann tegin, heldur hann áfram, setur hann út á Kára, Kári tilbaka á Jakob, kemur hann svo fyrir, hann er ansi utalega.
Jakob á Kára, Kári með mikið plás, nú þetta koma góðu bolti frá honum, rennur hann fyrir, þá setur hann stöðt þar sem að Geiri klárar á næstengina. Þetta var vel gert. Geiri búinn að vera duglegur að koma sér í bara mjög þægilega stöður og bara verið í þægilegum stað þegar hann er að slúta þessu. Þetta er nokkuð einföld mörk hjá hann. Það staðsettur vel. Já, og þá kemur Hatti inn á. Hann kemur inn á og Kári fer út af. Já. Það er flott. Við sjáum þá Andri fann að fer yfir í hægri bakkurinn og Ólafur Aron inn á miðju. Smá hrókeringar. Já, Bjarni áfram í miðverðum. Þessi er búinn að vera flottur þar í dag. Ólafur Aron vinnur hann að bolta. Heyrist vel í Hatta, svo mikill leiðtogi. Hann er strax farin að stýra mönnum af krafti hérna. Fær hérna 25 mínútur. Það er ekki nóg með það að hann sé alltaf að spila hjá okkur. Það er líka aðstoðarþjálfari hjá honum Arnari Gretasinni. Það er alltaf mikill fótboltaheili. Spilaði ófáa landsleikina fyrir Íslands hönd og spilaði atvinnumennsku hjá nokkuð virkilega flottum félögum. Og yfir heldur betur reynst okkur kámanum vel. Bæði inn á vellinum en líka bara í starfinu í heild. Lífi fyrir fótbolta hann hafði. Hérna missir Valda bolta þarna var ágætið séns á breykið þarna hjá gestunum. Já, Guðni hefði verið að fara hana í 1-1 eiginlega kapplaup á móti Hatta. Já, og einmitt spurning hvort að Hatti, maður ætti að sjá Hatta á fullu gasi. Já. Það er fallið markspyrnu þessi bolti. Þessi Steingrímur Ingi í markinu. Þetta er hann kom hann inn á fyrir Steinar Adolf. Það var í stöðunni 4-1, hann er búinn að fá á sig 1 mark. Já, það er eina skipt sem búið að reyna á hann, það er þetta skoti að gera. Já. Vel gert hjá Jóni Óskar hérna að vinna boltan og þetta er fágæti séns þarna en sjáiði Bjarna vinnusemi virkilega til fyrirmyndar hjá honum og svo kemur Geiri hérna gerir þetta vel kemur svo stingar við inn fyrir sem að nökkvi þeir kemur hérna reynir hann að Geira og Geiri reynir einfallega að lyfta boltanum upp í fjárhóttnið en hendar framhjá þessi bolti svo sem ekkert galinn tilraun. Já, alveg ágætt tilraun hann að reyna að leggja hann bara í hornið. Já, hann er rangstæða. Það sá það að Steingrímur var kannski tiltölulega framalega en skotið örlítið hann hjá honum. Já, 20 mínútur eftir að þessu plús uppáttími og KA-liðið kom með
ansi gott taka á þessu 5-1 yfir hérna eftir að Magnamenn jöfnuði í 1-1 á hvað 27. mínútu. Alveg spurning hvort að mörkin verði ekki örugglega fleiri. Cavalier ætla að vera að keyra á þetta. Kom boltanum fyrir en á síðustu stundu þá náðu þeir að pikka í boltan en áfram heldur pressa KM-ana. Þetta gæti orðið ansi langar 20 mínútur fyrir Grænvíkinga. Skiptingin á Elvar Árna og já, móttekan svíkur hann aðeins þarna. Þetta er nú sjaldséð. Já, og færa þær sig aðeins ofar hérna gestirnir. Missa svo boltan að brjóta þarna á Andra Fannari. Já, látum boltan bara aðeins ganga milli manna. Þessi líkur svo sem ekkert mikið á hjá okkur. Erum í ansi góðri stöðu. Andri Fannar hérna tekur ekki alveg nægilega mútið bolta og endanum fær hann svo aukaspyrnuna. Vel gert hjá honum að bæta upp fyrir hérna mistökin. Vinnur bolti tilbaka. Kemur þessi bolti inn fyrir á Geira og Geiri rangstæður. Boltin endar í netinu frá Nökkva en held sér rétt rangstæð á Geira. Það er skipting. Já, Steinþór Freyr að koma að velli og hvað ekki, Áki Sölvason að koma inn á, sýnst það. Já, Áki fær hérna 17 mínútur pluss upp á tíma, það gæti orðið cirka 20 mínútur. Já, aftur skipting. Það voru það gestirnir sem að gera breytingu. Tvöföld skipting af þeim. Sýnst að hérna já, það er Jón Óskar Sigurðsson sem fyrir á velli og sá ekki hver var. Sýnist að vera Rúnar. Já.
skiptast liðin á að senda þetta milli hálfpartinn. Búið að flagga rangstöðu á. Já. Kjölfærinu brot þegar andrafætana líka, en við vorum alltaf að fara að halda þessum bolta. Jæja, korter eftir að þessu, kemur boltinn frá Hadda, reynir að finna Jakob, en þetta er hálf klöfulegt að setja boltan beint tilbaka á Geira. Andri Fannar rólegur tilbaka á Elvar Árna og boltan á Elvari full hár. En já, eins og ég sagði á hann, þetta er leikum með 2 hjá KA-liðinu á þessu kjarnafæðismóti og allt út fyrir það að KA-liði verði með 6 stig af 6 mögulegum eftir að honum loknum og markatalan á einni til fyrirmyndar unnu þetta 4-1 sigur á Þór 2 hvað fyrir 2 viku síðan og ég gaf svo eftir loka leikin í riðlinum gegn Völsung og ansi líklegt eins og ég segja að KA-liðið mun svo spila til úrslita og það maður svo sem svona hálfpartinn reikna með því að þar verið andstæðingarnir okkar nágrannir í Þór sem eru í hinum riðlinum í A-deildinni. Það er fínt að fá einn nágrannaslag á árið fyrst að liðin ekki saman í deild að fá þá einn leik þar sem að liðin keppum bikar. Geiri hérna kemur hann fyrir og þessi bolti ekki á markið hérna frá Máka. Ágætis tækifæri samt, höldum sóttinni áfram. Kemur Andri Fannar, lyftur hann með teginn og Tegja segði síðan að bolta og endar aftur fyrir. Já, þetta er eiginlega aðra spurningu hvort að KA bæti við eða ekki. Já, það virðist vera svona mikill kraftur farin úr Grænvíkingunum núna. Já, ég man ekki að hafi reynt eitthvað á Ívar í markinu. Hann leika allan seinni hálfleikinn, Ívar Arnbró. Það var eitthvað hálf klaufalegt en Andri Fannar vinnur hann tilbaka. Og þarna fáum við allt í búnaðinn hjá okkur. Já. Hérna kom bolti í KA TV og það er nokkuð ljóst að við þurfum eitthvað að skoða græður okkar. En við erum ennþá í gangi. Þannig að já, en við erum alltaf ennþá í loftinu og það er alltaf allt í standi hjá okkur. En já, boltinn upp í í græðurnar hjá okkur. En við höldum áfram að sýna frá þessum leik.
10 mínútur eftir að þessi plús uppbótartími og eins og ég segi, þetta er svona sjaldséð að sjá í gestirna svona komnir hérna nálægt markinu í aukaspyrnu á fínum stað en hún er slök beint í vegginn og út. Þetta skot í Hadda. En áfram halda gestirnir boltanum. Kemur skot frá Guðna, það er af Geira og KA snýr vörn í sókn. Elvar Árni er að snúa, skýlir boltanum vel hérna og aðja, losar hann hérna að lokum á Áka, bolti fyrir og heyrðu, Jakob skópbólurinn yfir hérna. Þetta var úrvalsfæri. Þetta var dauðafæri, já. Já, þetta var lagleg sókn hjá okkur. Það er ekki oft sem búin að fá tækifæri í dag til þess að keyra hratt. Magnamenn hafa ekki takað mikla sénsa. Nei, við hefum ekki verið að... Þetta er eina af fá skyndisóknunum sem við erum að fá í þessum leik. Já. Geiri með smá tíma hérna, kemur flottan bolta, Elvar Árni tilbaka og Jakob setur hann yfir. Boltinn er að ganga vel á milli manna en við höfum bara komið svo á markið. Já, þetta er rangstaða. Þetta hafa verið báðir rangir þarna, þetta var aldrei spurning. Já, þetta er svolítið að opnast núna, bæði lið að gera svona, gefa aðeins meira í þetta. Kemur að bolta inn fyrir og Nökkvi er dæmdur rangstæður. Já, hann nóg að gera á Patrik línuverði núna. Þetta flaggið er ekki á þungt fyrir hann. En já, þetta en þá 5 mínútur eftir þessu og
kemur skipting hjá Káa-liðinu. Elvar Árni á leiðin út af. Já, tvöfald skipting, hann Elvar Máni Guðmundsson að koma inn á og Hákon Atli Aðalsteinsson. Já, fyrir inn á fyrir bróður sinn. Já. Það virkilega gaman að því. Fín pressa strákunum vinnur boltan ansi ofalega vellinum, ná að gera eitthvað úr þessu. Frábær markvarsla og Elvar Máni. Hann ekki að refsa þarna, frábær markvarsla þarna hjá honum Steingrími Inga í markinu og í kjölfarið nær Elvar Máni ekki að refsa. Já, Geiri, hann verið fyrst frá Geiri og svo nær hann að vera aftur frá Elvari Mána í tvígang. Já. Já, hann má nú eiga það, Steingrímur í markinu, að hann búinn að eiga bara fínustu innkomu, kom inn í stöðunni 4-1. Gat nú ekki lítið gert við markinu sem hann fekk á sig bara strax í kjölfar hann komin inn á. Þetta allavega gerði það mjög vel. Þrjún á tegin, en þarna að sjálfsögðu mættur Hallgrímur Jónasson. Bæir hættunni frá, Káa-liðið getur að losa boltan tilbaka. Þetta vel gert að leyfa Ívari að fá smá verkefni hérna, að fá að sparka boltanum frá. Það oft meira en að segja að vera í markinu með lítið að gera og þurfa svo allt inn að taka hann á stóra sínum. Þannig að það fínt að aðeins að halda hann við efnið. En farið að styttast í lokin hérna. Eins og Sigur Káa aldrei hættu eftir að Elvar Árni Aðalsteinsson kom okkur aftur yfir í stöðunni 2-1 og svo skömmu síðar í 3-1 sem voru hálfstölur. Síðan Ásgeir Sigurgeirsson með 2 mörk í þeim síðari. Og hér vinnum við hornspyrnu. En já, Geiri gerir alltaf líka fyrsta markið í leiknum, en hann komið með þrennu kappinn. Og síðust Káa-liðið að gera eina skiptingu viðbót. Nei. Síðust alltaf að sleppa því. Boltinn út á Þorra. Kemur það fyrir. Lítið verður þessu. Fannar tilbaka. Hann Hákon Atli. Já, Elvar með mikið pláss. Keyrir hérna inn á flottur hreyfing hjá honum, en missir boltan aðeins frá sér og brýtur svo af sér í kjölfarið. Næja, venjulega líkti með að verða liðin. Nokkra sekundur eftir að þessu. Ívar sparkar boltanum frá.
Spurning hversu mikið verið bætt við þetta. Svona ekki búið mikið tafir. Össur, hættu þessu. Strengur gefið vel. Já. Hann má eiga það, hann búinn að, eins og segi, búinn að standa bara vel fyrir sínu. Lítið út af hann að setja. Komnar einhverja réttum með 37 á klukkuna hér í uppáttímanum. Ætla verði 1 eða 2 mínútur. Flottur bolti hérna en aðeins á stöðsendingin út á hann Áka. Þannig að það var ekkert úr þessu. Komaður hérna hratt á okkur. Þetta náðu að laga stöðuna. Nei. Flottur varnarleikur strákurum og Hákon Atli gerði mjög vel þarna. Já. Sýnist Jakob búinn að halda út af. Flottur bolti þetta frá Andra Fannari. Nökkvi. Já, setjum tilbaka á Andra og Andri með háan bolta á fjærstengina. Endar í hotspinnu. Já, við virðumst allum ekki að setja neitt inn á fyrir Jakob. Það verður bara, við verðum bara 10 út. Já. Enda líka spurning hvað mikið eftir þessu. Ólíklegt að það bæti meira 2 mínútur við þetta. Þá ekki bara að klára hotnið á búi. Þetta stutt. Kemur boltinn fyrir hérna. Og þá þetta búið. Káa vinnur hérna afar sannfærandi 5-1 sigur á nágrunum okkar í Magna. Sem að Ásgeir Sigurgeirsson gerði 3. Elvar Árni Aðalsteinsson gerði 2 mörk. En ég held að við skulum ekkert vera tegið þetta of mikið. Þökkum bara kærlega fyrir áhorfið í dag. Og líklegast bara fyrir þá áhorfið á árinu. Ég reikna ekki með að KTV sýni meira á árinu. En Ágúst Stefánssyndi og þakka kærlega fyrir árið og þakka Baldur Halldórssyni kærlega fyrir aðstofuna. Og við sjáumst fersk vantar á nýju ári. Bless, bless!